Jæja, gott kvöld, góður áhorfendur og verið velkomin í þetta stream af Gran Turismo Sport. Keppni 13 af 16 og Laguna Seca. Þannig heiti ég og með mér situr hann Ingi Þór, blessaður Ingi. Góða kvöldið. Hvernig leggst þessi keppni í þig, Ingi? Herðu, þetta leggst þokkalega vel í mig. Ég held ég væri nú öll til restæri með þér. Kallinn situr hérna með COVID heima á sér en við látum það nú ekki á okkur fá þegar að eðal kappakstur er annars vegar. Nákvæmlega. En þetta getur verið skemmtileg barátta. Þessi braut, hún er skemmtileg að horfa á. Það eru korkskrúan og fleiri staðir sem eru mjög áhugaverðir og sennilega meitt lengsta pit entrance af öllum brautum. Já, eða útkeyrsluna. En já, allavega, þetta verður eitthvað. Það verður gaman að sjá hvað gerist hér. Það er mikil barátta í gangi í deildinni núna, eins og við sáum í síðustu keppni. Það er spurning hvort það Kári og Ævar haldi teknum hætti að stríða Supernova-liðinu, sem eru Hannes og Eva. Þannig að þetta verður eitthvað. Já, þetta verður spennandi keppni og vonandi mikið slag á brautinni, en þessi braut á það þekkt fyrir það að það er bara virkilega erfitt að taka framúrreina. Það er alls ekki mikið að tækifærum til framúrakturs á þessari braut og ef að ökumenn eru tiltölulega jafnir þá á það til að gerast að framúrakstrar eru af skórnum skammti. Já, það er mikið hraðarbeygjur sem að bjóða ekki svona upp á að menn séu að stinga sér innan á og taka línur frá öðrum ökumönnum. Það er ekki nema einhverjir staðir sem ég man í fljótu bragði eftir á brautinni sem er svona góður bremsukafli sem hægt er að bremsa seinna en ökumæðurinn sem voru að keppa við. En flest aðri staðir á þessari braut eru bara high speed action og vafasamir staðir, en getur líka búið upp á skemmtilegt fyrir augað. Jú, það getur verið það. En nú erum við ennþá í Gran Turismo Sport, þrátt fyrir að Gran Turismo 7 sé komið út. En fyrir þá sem að kannski hafa ekki fylgst með og eru kannski ekki alveg inn í þessu, að þá höldum við áfram í Gran Turismo Sport út þetta season. Það sem að eru þessi og svo 3 aðrar keppnir eftir. Og stefnan er tekin á það að næsta tímabil í haust verði á Gran Turismo 7 sem er leikurinn sem var að koma út núna fyrir hvað, 2 vikum síðan, tæpum 2 vikum, 4. mars. Já, viku síðan. Cirka bát. Það er ekki mikið meira en það sko. Nei, þetta er vika. Það eru allir að vera duglegir að spila GT7 fram á næsta tímabili til að hafa efna á að upp á spilu sínum og mótipæðingum. Jú, það er nefnilega þannig, sko. Það er þannig með munurinn á Gran Turismo 7 og Gran Turismo Sport er að það tekur þvílíkt langan tíma að vinna sig upp í sjöunni, sko. Að vinna sig upp í alla bílana og alla brautirnar og allt það, sko, til þess að geta verið samkeppnishæfur á braut. Já. Þetta er alltaf partur af þessu. Jú. Fara pínu tilbaka í nostalgíuna. Vissulega. En já, það eru allir ökumenn búin að taka hérna einn hring, henda sér í pittinn og skella sér á medium dekk. Og nú bara fara tímar að detta inn fljótlega. Nema Guffi, hann bara byrjaði medium dekkinum og Já, hann er ekkert að bíða eftir þessu neitt. Bara let's go, do it. hann er núna að setja sinn annan tímatökuring. Sýnist hann alltaf verða hraðari heldur en sá fyrri. 1:21.819. Já, það verður spurning hvað það dugar. Eva er strax það. Og Hannes kom inn í fyrsta 1:20, hann bætir hann heila sekúndu. 1:20,8. Og svo Davíð Rúnar. Já. Hann skýtur þér á milli Evu og Hannesar. Já, Diego Hjartarson, Ævar Valur Diego, eins og hann heitir byrjunarnafni, hann skemmtir sér í 4. og Kári er þarna í 5. sæti.
Þetta eru kunnulega andlit á tóknum, Davíð, Eva, Hannes, Diego og Kári. Þetta er búin að vera svona, hvað helst oftast í topp 5 á þessu tímabili, þessi grúpa. Já. Síðan náttúrulega ökumenn eins og Guðlaugur og Ásgeir og Jón Ægir og fleiri að blanda sér í þetta. Nú hann Ívar sem ætlaði að keppa fyrir hann Jón Valdimars sem kom inn sem varamaður í síðustu keppni. Hann er því miður eitthvað meiddur í öxlinni og verður ekki með í kvöld, þannig að á brautinni sjáum við bara einn bíkóbíl sem verður í höndum Jón Ægis. Og já, það verður spennandi að sjá hvað tíma hann setur, þar sem hann er að bæta sin eigin tíma núna 5,7 sekundur. Magnús á vettunni verður líka fjarverandi. Já, Magnús er kominn í spjallið hérna og skora okkur góða kvöldið á ásamt honum Róberti. Góða kvöldið, strákar. Þið verðið okkar stuðningur hér á netinu og munið svo með okkur að kjósa Driver of the Day þegar það líður á og kasta áhugaverðum spurningum í loftið sem við reynum að koma hér framleiðis. Já, Róberti mitt er sigurvegari í Tier 2 keppninnar frá í gærkvöldi. Já, óskum honum til hamingju með það. Vel gert. Guffi er búinn að stöðva sig á brautinni. Hann er sennilega bara að hleypa bílum framhjá og því hann er komin á ný dekk, þannig að hann er örugglega að eltast við að fá auða braut. Líklega. Agnar Freyr kominn hérna líka í spjallið. Góða kvöldið, Agnar. Já, Kári Steinn að koma á pittinum á nýjum dekkjum líka. Já, það er ekki mikill munur, það er aðeins 0,250 á milli, já, ég ætla að segja það hefur ekki breyst á milli Davíðs og Hannes, en Eva kom sér upp á milli þeirra. Já, það er komið hérna Supernova 1, 2 aftur. Já, eins og við erum farnir að verða mjög vanir að sjá. Þetta er ekki nema tæpið 200 hlutar sem að er þarna á milli. Bann þá minna frá Evu í hann Davíð. Nú svo hann Gunnlaugur kominn upp í 4. Hann er hálfri sekundu frá fyrsta sætinu. Og síðan er það Ævar, Diego og svo Kári. Diego er hérna mitt á outlapp eins og Kári og þeir eru báðir að byrja annan tímatökuring á nýjum dekkjum. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort þeir séu að fara að bæta sig og koma á sér ofar í slaginn eða hvort þeir standa í stað. Já, þeir eru búin að þeir eru alltaf að vera sterkari og sterkari fyrir mér. Farnir að læra að vinna með setupinu og komnir í sinn svona meira búin að finna sig aftur. Já, það var smá fæðingarörðleikar þarna í byrjun setups því að þetta var náttúrulega eitthvað nýtt fyrir öllum. En núna svona er eftir refleksið að jafna sig út og það er bara búin að gefa okkur skemmtilega baráttur hingað til, þannig að það má búast við öðru slíku hér í kvöld. Já, og gaman að minnast það fyrst við vorum að tala um Gran Turismo 7 hérna áðan að það er nú bara eiginlega láni Ólónu við höfum byrjað á svona setupum núna þetta tímabila sem að það lítur allt út fyrir það að í 7-unni að þá verður bara að vera setup eða ætlar að geta átti við hluti eins og brake, balance og alls konar til þess að viðhalda dekkinu einum. Já, það er alls konar vesen sem fylgir þessu nýja leik. Kári var að koma sér hérna upp í 4. sætið og Diego kom sér upp fyrir Gunnlaug líka. Já, fyrstu 6 sætin það er ekki nema hálf sekúnda sem skilur að 7. og 1. sætið. Þannig að þetta er frekar jafnt á milli manna og já, þetta geti endað í einhverju veislu fyrir okkur hérna.
Diego hérna í rosalega góðri stöðu. Hann var á fjólubláum fyrsta sektor og síðan búinn að vera í kjölsoginu hjá honum Skeira og Skeiri var að hleypa honum fram úr þar sem að Skeiri annarkvæmt ekki á góðu ringi eða þá var að keyra hans hægar og vill gefa liðsfélagi sínum smá tækifæri en virðist ekki vera að ganga upp þar sem að Diego ekki að bæta sig akkurat núna. En já, Maggi Ingólfs segir í spjallinu fjandinn hvað að vettan hljómar vel en ég var einmitt að horfa á vettuna þegar hún keyrði út úr pittunum hjá honum Dodda og ég get nú bara sagt það að ég hugsaði þetta nákvæmlega sama þegar hann keyrði þarna út úr pittunum. Það er háránlega fallegt hljóð í þessari korvetu. Þetta er alveg eyrna konfekt þessi vetta, það er alveg þannig. Það er bara ekkert sem toppar djúpt 8-cylindra hljóð í bílum sko, nema kannski HR 10-cylindra hljóð. Já, maður. Glory days of Formula 1 þegar það voru með vatn tíma maður. Það er annað en það Toyota hljóðum í dag. Jæja, Kári er búinn að næla sér í ferska tútur og Hannes er að gera það sama. Hann var ekki mikið eftir af tímatökunni en nóg til þess að næla sér í ný gúmí og ná einum útring áður en að skelli í fljúgandi hring. Það hefur enginn náð að bæta tíma sem að Hannes setti sem sinn fyrsta tímatökuring sem er 1:20,8. Það stendur ennþá. Núna er hann á léttari bíl. Og núna var Rúnar að koma sér í annarsæti. Já, sæll og bara rétt fyrir aftan. Já. Ég er ekki nema 0,1 á milli þeirra. Þannig að Davíð mætir hér ákveðin til leiks. Á Súbrunni líka, æðislegur bíl. Það var allt saman topp einkunn í mínu bókum sem er framleitt að BMA. En Eva var einmitt að koma úr pittinum áðan, er núna á tímatökuring á 9. dekkjum, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað hún gerir núna, hvort hún sé að fara að ná í annarsæti aftur. Hún er ekki langt frá sínum eigin tíma, en það getur vel verið ef hún nær þessum seinasta sektor alveg rosalega vel að hún nái að bæta sig, það verður fróðlegt að sjá. Bæði hún og Hannes á ferskum dekkjum ættu að geta bætt sig ef þið gerir ekki mistök eins og ef það var að gera hérna. Því að þau eru áttúrulega léttari bíl núna heldur en þau settu sína fyrstu tíma. Já, ef að þetta voru svolítið dýrkeypt mistök fyrir hann Evu þar sem að þetta eyðilagði fyrir hana hraðan inn í fyrsta kaflan á næsta hring sko. Það má eiginlega segja hún hafi svolítið klúðrað hringnum sem hún er að keyra núna með þessum mistökum. Já. Sjáum að Hannes er að nálgast hana hérna, alltaf hún hleypa hann mikið fram úr. Verðandi ekki á sínu besta hring. Jú. Jú. Svo hann að gera það, fámannlega gert. En það er spurning með Hannes, nær hann að bæta sig. Hann er á töluvert léttari bíl heldur en hann var á áðan. Kári var að bæta sig. Kári kominn í fyrsta. Það er ekkert annað. 0,026 hraðari heldur en Hannes. Hælir. Kári kominn á pól. Þetta, það er langt síðan að maður sá þetta senast. En mikið er gaman að sjá þetta. Núna í kvöld. Já, algjörlega. Sjáum hvað Hannes nær að stríða honum Kára og vippa sér aftur upp fyrir. Hann var eftir eina beygju hérna. Og svo annan heilan hring líka. Já, og Eva sem er fyrir aftan hann, hún ætti að ná einum hring í viðbót líka. Eva náði góðu exiti núna. Nei, hann er ekki að bæta tíman. Davíð Rúnar kominn í fyrsta sæti núna. Og það 1:20,5. Vá, því líkur tími. Vel gert, Davíð, vel gert. Það er bara alltaf að gerast hérna í tímatöku. Það er alltaf að gerast. Hann
Hann var að setja fjólubláan sektoran Hannes. Ég get svarað, þetta er bara þessi tímataka er sennilega eitt mest spennandi ég veit ekki hvað ég segja sem maður hefur hort á hérna í svolítið langan tíma á 10-1. Nú bara geta allir klára á hringi sinn, tíminn er officially búinn, þannig að þeir sem er á hröðum hring geta klárað hann og eftir það erum við með föst úrslit. En þetta lítur vel út fyrir Davíð og Kára núna. Eva og Hannes eru bæði á hröðum hring, náðu að vippa sér upp fyrir. Eva er ekki á hröðum hring. Er það búið að? Það er búið, hún var út af braut. En Hannes, sjáum hvað hann gerir, hann var á fjólubláum sektor rétt áðan. Nær hann að bæta. Já, hann fer upp í fyrsta sæti. Já. 0,064. Öss! Það er bara nánast engin munur. Ég skal segja ykkur það. Fyrstu 3 sæti, 0,3 sekúndur sem að aðskilja þau. Ég skal segja ykkur það. Eva endar í 4. í tímasöku, Kári 3., Davíð 2. og Hannes setur pól. Nú í 5. sæti er það Gunnlaugur, síðan er það Diego, Guffi 7., Doddi 8., Ásgeir 9. og Þorsteinn er 10. og svo er það Jónægir í 11. Þar höfum við það. Þetta verður skemmtileg keppni, ég hef það á tilfinningunni. Þetta er náttúrulega frábær braut, gaman að fylgjast með keppnum hérna og gaman að keyra þessa braut að mínum mati, þó að sé ekki allir sammála mér. Já, hún getur refsað svolítið þessi braut og hún er alveg svolítið tæknileg. Já, ég myndi ekki segja að þetta væri uppáhaldsbrautin mín, en hún er samt langt frá því að vera eitthvað ekki uppáhald, fattarðu, hún er bara góð ég get braut. alveg tekið undir það. Þetta er eins og þú segir, þetta er ekki uppáhaldsbrautin mín, en þetta er á toppnum, eða sem sagt ofarlega nála toppnum í mínum bókum. En það, hún virkar eitthvað með þannig finnst mér, sko. Ég hef nú hort á svolítið mikið af svona mótorhjólakeppnum hérna, svona eins og MotoGP og svoleiðis. Og fleiri kappastur og þetta er mjög skemmtileg braut til að horfa á. Hvort sem að ökumennirnir séu að njóta sín í botni eða ekki, þá er hún góð fyrir augað. Já. Þannig að við vonum bara að það skilir sér í kvöld. Og þá er komið að þessu. Nú, Spámer farið að hrynja inn hérna. Maggi Ingólfs spáir Davíð í 1., Hannes í 2. og Kára í 3. Og Róbert spáir Hannes, Davíð, Kára og Evu. En hér eru komin á malbikið, tilbúin að fljúga af stað. Hannes fyrstur á pól. Þetta sé bara komið tíma á að kasta fram Let's Go Racing. Það er keppnin byrjuð. Þetta er bara komið að stað. Nú, fyrsta beygjan er einn af þessum beygjum sem að myndi vera talin hentugt til framúraksturs á þessari braut sem við koma hér í. Kannski ekki í startinu, en síðar meir þá er þetta góður staður til að hanga í draftinu og reyna að skella sér inn á ná. Maður sér hérna bara strax á brautinni hvaða kostar mikið á þessari braut að byrja eftir 5. sæti, þar sem að þá sleppir ekki við beygjuna í rolling start, seinustu beygjuna, og það var strax komið bara eins og hálf sekúndna bil á milli keppanda í byrjuninni, milli 5 og 6. Já, og áhugavert er að allir keppendur hafa ákveðið að starta á hörðundækjum. Já, ég er ekki einu sinni með þær upplýsingur uppi þetta. Bæta úr því, snöggvast. Ég hef búinn að fletti gegnum listan og staðfest þetta. En Hannes er strax komið með 0,5 sekúndur í refsingu. Ég átti hann mér ekki alveg að hvað hann fekk þetta, því að ekki fannst mér neitt að ræði hvernig hann var að keyra.
En ef þú skerði eina beygina þarna niður eftir korkskrúi þá færðu svolítið refsingu þar en Já. Sjáum hérna, nú liggur Davíð í skottinu á honum Hannesi, sjáum hvort hann reynir framarákstur. ég ætla bara að fara beint hérna inn í bílinn hjá honum. Nei, ekki alveg. Hann heldur pressunni. Og Kári bara, þetta eins og þryggjalaga samloka hérna. Fyrsta, annað, þriðja sætið, Hannes, Davíð Rúnar og Kári Steinn. Geggja sjónarhornina sem við erum með úr súbrunni. Horfum hérna fyrir beint aftan á hann Hannes þar sem að Kári er að eltast við hann og sjáum, þar sem að Davíð er að eltast við hann og sjáum Kára í speglinum hérna þar beint fyrir aftan hann. Þetta er mjög þröngur slagur hérna fyrsta sætið. Heldur betur. Og Eva að nálgast hópinn. Hérna komið henni yfir korkskrúuna, hún er trikki. Það er ekkert að segja hana. Það er þetta að ná henni alveg ferlega vel og það er líka þetta að ná henni alveg ferlega illa. Já. Það var margir farið flatt þar. Já, þetta er alveg nýjafn slagur hérna og nú þegar að Hannes fyrirgeði er búinn að taka sektin af sér þá hættir hann að gósta svona mikið. Þetta er trikki beygja sem koma hérna, hún er þröng og það er að passa sig. Síðan á eftir fylgja hér svona semi-hraðar beygjur sem eru trikki og maður vill ekki fara út fyrir því að brautin er umlukt sandi og það er ekki hjálplegt að fá sand í dekkin og líka hægir mikið á manni ef maður fer almennilega út fyrir. Þetta er alveg mjög konsistent slagur hérna fyrsta sætið, sko, fyrsta, annað og þriðja. Já, og sýnir okkur bara hvað baráttan í 10-1 er búin að jafnast rosalega mikið. Það var svolítið einstefna til að byrja með. Það lá alveg í höndunum á Hannes og Evu en þetta er orðið jafnara baráttan núna og sem er náttúrulega bara yndislegt fyrir okkar áhorfendur að það er miklu meira aksjón. Vissulega og Fleiri litir í boði. Og mjög óvinnulegt en gaman að því að allir í slagnum fyrstu 3 sætin að enginn af þeim er á eins bíl. Já, það var einmitt það sem ég var að hugsa, sko. Þú veist, líka tilbreytingin að við erum ekki að horfa á 3 Godzillur. Já. Fyrir að slást að við erum actually að sjá 3 mismunandi framleiðendur í topp 3 baráttunni og það er alveg, þú veist, það gefur alveg gull í munn, sko. Nissan, Benz og BMW. Já, ég myndi á þetta. Ert þú bara búinn að ákveða það að Supra er BMW? Já, því minna það er bara svoleiðis, það er ekkert flóknar en það. Vel gert. Er þá ekki Nissan Datsun líka? Nei, sko, það er annar pakki, sko. Datsun er bara gamalt nafn yfir Nissan. Ég veit að ég er líka bara að stríða þér. Ég sá einmitt Toyota Yaris bara í umferðinni í Reykjavík daginn sem að var ekki Toyota Yaris heldur Mazda 2, þannig að Já. Þannig að Toyota er alveg líka að framleiða bíla fyrir aðra bílaframleiðendur. Já. Þetta er alltaf svo synergized í dag. Jú. Allir hann er vinir að faðma hvað annan og svona. Já. En baráttan á topp 3, hún helst hérna nokkuð jöfn. Aðeins að teyjast úr sig á þeim. Já, aðeins, en þau eru ekki alveg tilbúinir að sleppa honum. Þeir eru svona... Hvað segirðu? Þeir eru svona að detta úr kjölsóðinu frá hver öðrum hérna topp 3 menn. Detta svona inn og út úr kjölsóðinu. Ég er bara búinn að vera með stilt á Davíð Rúnar eiginlega alla keppnina bara til að geta fylgst með millibilinu á milli
Hans og Hannesar og Hans og Kára, þar sem að maður vill Kári- veit Kári er hérna að reyna framúrastur eða hvað? Hann er allavega eitthvað að kíkja á hann Davíð Rúnar. Hann er upprækkuna. hann er Þessan að allavega liggur á Davíð akkurat núna. hann er að gera sér sýnilegan en það er náttúrulega ekki sniðugt að reyna framúrakstur á leiðin inn í korkskrúði sko. Það er uppáskrift að disaster, já. Recipe for disaster. Ég kann ekki alveg íslenska orðasamsetningu fyrir þetta. Skrift af miklu klúri. Já, En mér skilst svona að Ragnar Þór hafi tekist það helvíti snústilega í gær. það er svo leiðis. Já, maður var að kíkja á Tier 2 keppnina frá því í gær. Ég misti af henni. Hann liggur í skottinu á honum Davíð. Og rétt fyrir aftan þá er hún Eva. Það er endur alveg hver sekundur í hana. Þannig að baráttan sem stendur er annað sætið. Eva er núna að nálgast alveg þokkalega hratt. Hún var 2,2 sekundum fyrir aftan Kára áðan og komið niður í 1,7 og það er senn nei, fer Kári út af. Hvað er að frétta? Sjáum hérna hvað kom fyrir hjá Kára. Hann missir Evu fram á sér. Og ég tek einnig eftir því að Diego er komin í 11. sæti. Já, Það hefur komið fyrir hann. já, það er góð spurning. Kári hérna, hann hefur aðeins snert hérna rauðu pilsuna í beginni og það bara henda honum út af. Do not touch the sausage. Hvað segir En það Diego hérna í 11. sæti? Já, já. En það er hörku barátta hérna 8. sætið þegar Doddi er að pressa mikið á Þorstein og Jón Ægir í skottinu á honum. Já, þetta er nú bara eiginlega nánast barátta 7. sæti, sko. Þetta er svo, Já, þetta það má er eiginlega segja bara það. 7, 8, 9, 10, þeir eru bara allir hérna í einum hóp, sko, einum þéttum hóp. Þannig að það er mjög jafn akstur hérna í gangi. Stutt á milli ökumanna. Og Jón Ægir kominn í skottið á Dodda. Doddi er réttir aftan Þorstein og svo framvegis. Hann hlýtur að þurft að fara inn í pit bara. Hann Diego eða hvað? Nei, kannski ekki, en hann er sko 20 sekundur aftan 1. sæti en 3,5 fyrir aftan Jón Ægi. Hann er sannlega að fara bara vel út af. Já, sennilega hefur eitthvað gerst bara á öðrum ring. Við sjáum það að hann fer 1,36 á öðrum ring. Já, akkurat. En Hannes, hann leiðir þetta með 1,2 sekundur sem hann hefur í forskott. Davíð Rúnar er alveg að minnka bilið samt. Hann er að minnstakosti að auka bilið í en Evu. Eða hvað, er það að minnka líka? Já, já. Það eru 2 sekundur rúmar í Evu frá Davíð Rúnari og það er ekki nema tæplega 1 sekunda í hann Hannes, þannig að hann er að nálgast og hann virðist vera að fara bara nokkuð vel með dekkin en Davíð Rúnar. Það er ekkert, já, það er eða aðeins meira heldur en Hannes, það kannski sést ekki rosalega mikið svona snemma, en það er spurning hvort að menn séu eitthvað að æfa sig að kvísla dekkin. Já, þetta er einmitt, þetta mun ráðast á pit-strategínum, þessi keppni. Sjáu, hann er kominn í slipstream núna á beinakaflanum, þannig að þetta er komið í 0,7. Pressan er á Hannesi akkurat núna. Það spurning hvort hann
sé nokkuð ofkeyra dekkinu að reyna að ná honum. Það þarf aðeins að hugsa hugleiðinni en so far so good. Já, hann heldur sér alveg í kjölsvæðinu hérna. Dekkin er alveg mjög svipið hjá Hannesi og Davíð núna er eitthvað örlítið minna slitin hérna hjá Hannesi. Við erum að keyra 42 hringi þannig að það er nóg eftir. Við erum á 9. hring og það má búast við að ökumenn keyri í kringum 20 hringi einhvers staðar á bilinu. Rúmlega það á hörðudekkjunum. Allavega hálfa keppni myndi ég halda. Ef ekki aðeins meira en það. Fyrst allir byrjuð á hörðudekkjunum en þetta er líka alltaf spurningum sko hvenær ökumenn eru farin að tappa á því að vera úti á slæmum dekkjum eða hvenær er rétta tímasetningin. Já, það er einmitt vissulega málið og það sem við höfum einmitt séð sko er að stundum hafa menn verið að keyra aðeins svo lengi á hörðum dekkjunum og endaði í því að fá á sig undercut þar sem að einhver ökumaður sem var fyrir aftan nær fram úr einungis vegna þess að hann fór á undan í pittin. Algjörlega og sérstaklega á brautum eins og þessari þar sem er ekkert rosalega auðvitað að taka fram úr að þá skiptir track position svolítið miklu máli. Já. Þannig að í einhverjum tilfellum getur það jafnvel borga sig að fara örlítið fyrir inn til að komast fram úr af því að það er auðveldara að halda fyrir aftan þig heldur en að komast fram úr í lokinu. Já, tala nú ekki það ef að þegar næstu dekk sem að ökumenn fara á eru mýkri dekk þannig að þeir ná að vinna upp alveg svakalegt bil eftir að þeir fara í pittin. Já, það er alveg á 2 hringjum getur alveg unnið upp dágóðan tíma ef þú ferð á medium og aðrir eru að keyra út úr slitnum hörðum dekkjum. Já. En það er muna helling sko. En þetta er nokkuð jafnt svona á milli efstu manna. Þetta er svona 1,5 til 2 sekúndur sem er að skilja ökumenn að. Þannig að það er ekki mikið pressu í augnablikinu, heldur bara steady keyrslu. En það er hörku barátta að myndast 8. sæti en Diego er búinn að ná liðsfélaga sínum Ásgeiri. Þannig að hann er búinn að vinna sig upp úr 11. sætinu og er farin að nálgast komin inn í hópinn. Þannig að það er hörku kersla í gangi þar. Vel gert hjá honum. En var ekki Þorsteinn mikið ofar á það? Fór ég bara ekki fara, hann var aðeins ofar á, var hann ekki 8. á hann? Jú, er það ekki? Hann er ég sé líka að hann tekur 1.27 8. hring, þannig að það er mögulega hvort hann hafi lent í ykkur. Já, greinilega einhver missur gert þar. En hann er búinn að vinna sig upp nokkur sæti en Diego, þannig að hann er að gera flotta hluti, en það er langt í land með að komast í toppbaráttuna en þá. Það er að halda svona þokkalega jafnt bilið á milli Tasty Racing manna. Svona að Diego kominn í kjölsvæði núna á rosalega góðu exiti fyrir aftan hann Skeira. Þannig að það er spurning hvort að hann getur farið að reyna einhverja atlögu að liðsfélaga sínum. Getur að koma að því sko. Hann virðist vera að keyra mjög sterkan Diego og er búinn að ná honum frá því hvar hann var, þannig að hann er að keyra hraðar. En eins og ég hef nú oft komið inn á áður að það er eitt að ná ökumönnum og annað frá framarum sko. Vissulega.
En mjög athyglisvert kannski. Nei, heyrðu þarna fyrir Nei. Tæpur þarna. Já. Hann að núna Ásgeir aðeins að slaka á að horfa í bakspegilinn og getur fókusera fram á við. Keypti sér smá tíma hana. Mistök hjá Diego sem að hefði ekki þá verið dýrkeypt en þetta slapp með svona, já, hann hefur tapað tæpri sekúndu á þessu kannski. Já, og eitt sem ég ætlaði myndi að fara að benda á þegar þetta gerist er að munurinn á dekkunum hjá Ásgeiri og Diego. Já. Diego er að slíta framdekkunum töluvert hraðar. Já. Það er ekki fyrsta skipti sem að við höfum orðið vinna því, en það er ég nú svona í gríni farin að kalla hann dekkjaböðurinn. Já. Og meðan að Hannes hlýtur titilinn dekkjakvíslarinn. Bittu, heyrðu, hvað er að gerast topnum? Kári er komið fram úr Evu. Já. Eva hlýtur að hann hafi gert mistök, eða? Það er að hlýtur að vera, hún er bara komið 4 sekúndum fyrir aftan Kára og Gunnlaugur er bara komin í kjölsóðið nánast. Hún hlýtur að hafa farið út af og í sandinn. Já, þú sér það, sektorinn sem hún að fara var 8,2 sekúndum hægari heldur en hennar hraðasti hringur, þannig að hún hefur lent í einhverju á þessum hring. Jaha. Ljótt skipast veður í lofti. Já, hlutinir eru fljótir að breytast á Laguna Seca. Þannig að þá erum við aftur komin í sömu stöðu og við vorum fyrstu hringina með Hannes í fyrsta, Davíð í öðru, Kára þriðja og Evu í fjórða. Það er bara nákvæmlega spáin hans Róberts. Já, og Diego er komið fram úr honum Ásgeiri. Þannig að hann er komin í 8. sæti. Þannig að þetta breathing room sem að Skeiri fekk áðan, það endist ekki mjög lengi. Nei, það er ekki áhugavert að sjá hann guffa í 6. sæti því að ég veit að hann er búinn að vera veikur og síðustu vikurnar og haft lítið tíma til að æfa, þannig að hann er að gera gott mót hérna með litla æfingu. Já, vissulega. Og líkamlegt ástand. Nákvæmlega, og vonum bara hans vegna að hann lendi ekki í því sama á seinustu keppni að guttinn hans vaknaði í miðri keppni og hann þurfti bara að stíga frá. Ég sagði honum að setja smá sherry í pillan og þá var þetta í góðu lagi. Veit ekki hvort það er á auðlistan. Hann kannski hækkar bara í heyrnartólurum og heyrir ekki þegar hann vaknar. Nei, skal ekki fara að slá þessu upp í kæruleysi. En hann Guðlaugur er að Jón pressa Ægir er farinn. Já. Tjekkaði á 5. og 4. sæti núna, ef þú ert ekki að horfa á það. Já. Guðlaugur er að pressa Evu. Já, það er spurning hvað hefur komið fyrir hjá Jón Ægi. Hvort hann var ekki að finna sig eða hafi lent í einhverju. Já, það er góð spurning. Það var allavega ekki í sæti sem við erum vanir að sjá hann. Við erum ekki vanir að sjá hann í seinasta sæti í baráttunni. Þannig er oftast frekar ofarlega en hefur kannski ekki verið alveg að finna sig á þessari braut. Það er spurning. En Hannes er búinn að ná að auka bilið í Davíð Rúnar upp í 3,4 og það eru alveg 5 sekúndur í hann Kára og annað eins í Evu. Þannig að aðalbaráttan virðist vera hérna í augnablikinu, Eva og Gunnlaugur, en mér sýnir sem Eva aðeins farin að finna formið aftur og aðeins búinn að slíta Gunnlaugur frá sér. Já, það er eitthvað aðeins að dafna þessi barátta hér. Við erum á 16. hring. Og enginn búinn að fara í pittin ennþá. Það er ennþá hörku barátta hérna með liðsfélögunum í Tasty í 8. sæti.
Ásgeir komið fram úr Diego aftur og Diego liggur í skottinu á Ásgeiri. Þetta er bara Og reynir framurastur, nær hann þessu. Já. Það hann endurkvæmt, nei, hann heldur innri línunni. Já, hann bara leggur sér á innri línu þannig að Skeiring bara gat ekki tekið undirkvæmt. Nei, þetta er vel gert hjá honum. Það er hann að svara þessu, þau eru búin að vera hérna í villtum dansi liðsfélagarnir síðustu hringi. Búin að rokka fram og tilbaka í sínu stöðum. Já, það virðist verið smá slagur hérna á milli þeirra. Ég er að fíla þetta svolítið retro looking lífverið á testibílanum. Veitu, hvað er Dotti hérna komið niður í 8. Hvað var að gerast í honum? Já, hann er eitthvað að... Já, hann fer hérna aðeins út á leiðinni út úr korkskrúinu. Eða inn í það. Já, út úr því, já. Það gefur hann Diego smá tækifæri til að fókusera fram á við. Á því. Nær þessu. Já, hann hefur bara tekið þessa blaðsíðu úr leikbók Diego frá því hringum áður og ákveðið að framkvæma þetta á honum Dotta. Tókst gullfallega. Þetta er svona einn helsti staðurinn til að skella sér fram úr. Það er einmitt fyrsta beygjan. Já, svo er Þorsteinn bara kominn í hennar slag líka, sko. Já, það er engin pása hjá honum Ásgeiri, það er nóg að gera. Það er alltaf einhver að sækja eða vera sóttur. Já, nákvæmlega. Hilmar er kominn í spjalli líka hérna, góða kvöldið. Þetta er búin að vera áhugaverð keppni. Aðeins að tegjast úr slæginum hérna 8. sæti. Já, það er eiginlega alveg frá 7. upp í 1. sæti er engin barátta í gangi. Það er svona þægilegt bil á milli allra. Það er ekki fyrir að við förum í neðri sætin sem að er eitthvað svona barátta action í gangi eins og staðan er núna. Já, Hilmar spyr séu bara 10 að keppa og það stemmir. Það byrjuðu 11 en Jónægir kúplaði sig út úr keppninni rétt áðan. Við mistum að því hvort að það hafi verið einhver ástæða fyrir því, hvort hann hafi snúist eða farið út af eða hvað, en hann hefur yfirgefið brautina. Fór vélinn. Það getur verið. Brænt úr sér. Það getur verið, náttúrulega búinn að vera að keyra þennan Datsun út alveg í botn frá því að fekk hann. Sjáðu hérna, nú bara enn og aftur, þá er Ásgeir búinn að nálgast Diego. Ég átta mig ekki á því, sko, er Diego að keyra hraðar og gera alltaf mistökin á milli eða að því hann virðist ná og fara fram úr, en svo eftir smástund þá er Ásgeir kominn aftur í baráttuna. Hugsanlega er hann að yfirkeyra smá, gæti verið. Og smá mistök hverju dýrkeypt. En enga síður, við erum að vera vitni hérna skemmtilegri baráttu hjá Tasty-félögunum. Þau eru alveg að... Sko, þannig sjáum við hérna, Diego gerir mistök, slætar aðeins. Ég held þetta sé svolítið mikið spurning það. Þeir eru hérna hlið við hlið. Já, og Ásgeir kominn fram úr. Það er ekkert annað. Dotti rétt fyrir aftan og tilbúinn að skella sér inn fyrir líka ef að tækifæri býðst.
Og hann gerir það hérna. Á leiðinni inn í korsgrúið. Já, eða hvað? Það er betra exit. Vá, það var kontakt þarna. Hvað er að gera þetta? Og Ég held að Dotti sé að láta þig. Nei, og Ég þá þorði þín segja náðan. það fyrir Þorsteinn. Býttu nú við, hvað? Hvað kom fyrir Þorsteinn? Þorsteinn skemmti bílinn hérna, en Diego kominn hérna, tekur inn í línuna. Nei, nærið ekki. Hættir við, Dotti ver, en... Þess. Já, ver út af. Já. Það er greinilega... Hér er alltaf að gerast. Já, heldur betur. Það er auðvelt að yfirkera þessa braut, eins og við erum að vera að vinna af hérna. Já, Þetta eru svona smá mistök sem eru að verða til þess að menn tapa tíma og missa menn fram á sér og hvað annað. en hann Illugi er hérna í spjallinu og spyr pit strategíur eða segir að já, það er eins og staðan er núna, við erum að verða hálnaðir með keppnina og það er enginn búinn að fara í pit ennþá nema Jónæir sem fór út í pit og labbaði sig út á brautinni. Já, við erum á 20. hring þannig að við erum að nálgast helmingstíma. Það sé ekki líklegt að fari margir keppendur og langa leið með tankinn. Ég ákvað nú að kíkja hérna á toppinn og ég sé það að Eva er komin innan við sekundu frá Kára núna. Já, Dekkin hans Kára eru gjörsamlega farin með að við hjá Evu, sko. já. Kári er svolítið, hvað maður að segja, hann er svolítið kræfur á gúmið. Hún Eva er algjörlega búin að snúa sig við hjá sér hérna en það er nú ekki mjög langt síðan að Gunnlaugur var að gera Arnlaugu að henni en hún er tæpum 7 sekundum undan honum og búin að ná Kára. Já, og Kári er komin í þá slæmu aðstöðu að hann er þar svolítið að vinna með dekkjanum sem hann er með núna sem eru farin að verða ansi sleip. Já. Og það er nú ekki að hjálpa honum í baráttunni við Evu. Þetta er akkurat það sem að geti hjálpað með undercut ef einhver myndi fara í pit núna en Hann tók allir á undercut í síðustu keppni, hann Kári, sem að virkaði vel. Var hann ekki eftir með? Jú, það allan að myndi sennilega ekki virka mjög vel núna út af því að sko mér sýnist með við allt saman að allir muni já eins og Illi spyr hérna og byrja allir á harddekkjum en mér sýnist að hann þarf að keyra fleiri hringi ef hann ætlar að geta tekið þetta á einu stoppi. Það er alveg því lík pressa hérna frá Evi núna ætlum ég að kíkja inn í bílinn hjá henni. Hún tekur, já, fór á réttum tíma, hún bara smeyði sér hérna inn fyrir og náði línunni bara svona glimrandi vel. Já, hann verður að fara einhverja fleiri hringi því að það er nú ekki vannlegt ef hann er búinn að eyða hörðum dekkjum þetta mikið. Það getur rétt svo ég myndi að vera hvernig þetta væri medium dekk. Já, nákvæmlega, og það er eins og mikið þarinn. það er eins Það er og ekki ólíklegt að ef að keyrið þangað til tankurinn er tómur þá kemur hún inn og svipað með Hannes, svo segi ég. Þau eru alveg einstaklega lungin í því að fara vel með dekkin og halda góðum hraða út lengi vel. það verður fróðlegt að sjá hvað að gera. Það er að minnka bilið hérna á milli Hannesar og Davís núna. Já, Það var í 6 sekundum áðan og komin í 3 núna, þannig að já, Hannes átti greinilega slæman síðasta hring, 1.26 sem er alveg, já, það er eitthvað komið upp á hjá honum. það er alveg 3,5 sekundu hægara heldur en vanalegu hringinu, þannig að hugsanlega ef hann hefur farið út þá þarf hann líka að díla við það að keyra með smá sand í dekknum sem getur hægt á honum alveg í halva hring. Já, nákvæmlega, og hann er að nálgast hann
Þorsteinn, sem komið með bláa flaggið á sig. Já, auðvitað, hann búinn að pitta hann, Þorsteinn. Hann hefur pittað hann eftir að hann rann út af og fekk skemmd á bílinn. Það alveg slætandi hann Kári að reyna að elda Evu, en hugar lítið núna. Eva búin að ná að búa til alveg 1,5 sekúndu í millibil. Já. Og enn og aftur eru liðsfélagarnir að skella í dans á brautinni. Það er Ásgeir og Diego í baráttunni 7. sætið. Það eru alveg búin að stinga Dodda af. Hvað eru þeir búin að taka oft fram okkur öðrum núna? Það er alveg góð skipti. spurning. Þeir eru bara búin að vera að skiptast á stöðunni. Er þetta eitthvað publicity stunt hjá Tasty? Það getur verið eitthvað svoleiðis. Það er yfirildi í team-tjattinu hver á að vera á undan. Spurning, hver veit. Þetta er ágætt fyrir augað okkar. Þá fer Davíð Rúnar inn í pit. Fyrsta planaða pitstoppið og Kári gerir því það sama. Þannig að nú erum við að sjá undercuttið á Team Supernova. Ekki nema Supernova fylgi inn strax í næsta hring, en ég leiðist mér að efast að það gerist. Ég held að þið keiri aðeins lengur. Hvað heldur þú? Já, ég held það líka, en málið er bara að Team Supernova þeir eru ekki byrjuð að keyra nógu hægt á harddekkinu til þess að undercuttið minni virka, held ég. Nei, það er nefnilega málið. Spurning hvort það lendi í einhverju trafík þegar koma út á brautina. Það lítur nú vel út fyrir hann Davíð, hrein braut, kemur út í 5. sæti. En þarf þá að kljást við Guffa og Gunnlaug. Og Kári kemur út rétt á undan baráttunni 7. sætið á milli Tasty-bræðranna. Og það er eiginlega bara lucky him að lendi ekki fyrir aftan þá baráttu, sko. Það hefði getað kostað þessum tíma. Hannes fer beint í pit. Já, hann svarar. Hann ætlar ekki að láta undercutta sig. En það ætlar Eva hins vegar að gera. Hún fer ekki í pitinn. Hann ætti að koma út á undan. Þetta voru einhverja, 3 sekúndur rúmar sem var með. Já, það ekki. Hannes. Og það eru fleiri sem að fylgja í pittin núna. Nú virðist allir bara að vera að elta trendið að fara í pittin. Hannes kemur út hérna rétt á undan. Undercuttið gaf honum Davíð Rúnari 1 sekúndu á Hannes. Þurft fleiri hringi til að þetta myndi skila sér. Já. En líka bara vel vakandi hjá honum Hannesi að hoppa inn, því að eins og ég segi, það þarf ekkert marga hringi þá, þú veist, þegar hann er búinn að tapa forystunni. Mikið rétt. Og það vill hann ekki. Það er spurning hvernig Eva ætlar að tækta. Já, hún allan að fer annan hring án þess að vera í pit. Hún heldur áfram á hörðudekkinu. Hún er að keyra á háum 1.22. Þá meina ég tæpum 1.23. Síðustu hringir í 1.22.6,
22.7 og svo 1.22.9, þannig að hún þarna rétt tæpum 1.23 hringurinn og það er gaman að sjá hver tíminn á hörðu dekkjunum með medium dekkjunum Davíð Rúnar að keyra 1.21.9, þannig að hann að keyra sekúndur hraðar heldur en Eva að keyra eins og staðan núna og verður ábygglega að svipa meðan Hannes, þannig að hún má ekkert vera neitt rosalega mikið lengi úti ef hún ætlar ekki að eiga þá að hættu að missa einhvern upp fyrir sig. Kári kominn hérna með hraðasta hring eftir pitstoppið. 1.20, já. Þetta alveg 2 sekúndum hraðar heldur en ef að keyra á núna. Þú sér það að sko Hannes búinn að taka 2 sekúndur á Evu bara núna á þessum eina hring sko og Eva heldur áfram. Já, ég hún sé að gamla núna. Hún að gera það svolítið en það líka þýðir það að þegar að hún kemur á mediumdekkin þá mun hún vera á ferskari dekkjum út keppnina, þannig að en eins og þú nefndir áðan að þá erfitt að taka fram úr þessu braut og það auðveldara að halda fyrir aftan sig heldur en að taka fram úr. Hannes að bæta besta tíman 1.20.8. Já, þetta verður spennandi. Hvar kemur hún út? Svo þetta líka spurningu sko, hver tímaglugginn á medium dekkjunum í að vera góður? Já, það einmitt það sem að málið sko, að þau þurfa náttúrulega að taka þessi fóru í pitti, þau þurfa að taka 18 hringi á medium dekkinum. Og miðað við hvað þau slitnuðu hratt hjá sumum að þá það kannski ekkert svo hlaupið. Nei, alls ekki. Það er nefnilega málið sko. Jæja, Eva komin í pittinn. Þá bara fróðlegt að sjá, mun hún halda 4. sætinu sem hún var í þegar að allir byrjuðu að fara í pitt eða mun Kári ná endurköttinu? Hann búinn að fara núna 2 hringi 1.20. Eva ennþá í pittinu sko, ég held að Kári nái fram úr. Já, hann nær fram úr hérna núna. En lítur svolítið út fyrir það sko. Já, en sko dekkin hans eru strax orðin svolítið slitin sko. Og Eva að koma hérna út á ferskum dekkjum. Hann með 5,5 sekúndur, eða við getum bara sagt 6 sekúndur á hana. Já. En hún hefur nægan tíma til að vinna þetta upp og verður klárlega í kjörstöðu hvað dekkin varðar þegar að líður á, en það er spurning hvort það nægir til að koma sér fram úr. Tala nú ekki ef það fer að koma slagur hérna á milli Davís og Kára sem það lítur út fyrir að vera að gerast, því að bilið að minnka svolítið á milli þeirra. Já. Það var ekki nema 2 sekúndur frá Davíð Hannes núna bara fyrir rétt rúmum hring síðan. Núna það komið 3,2. Já. Davíð að fara mjög vel með dekkin að vísu, þannig að það reynir ekkert með hvað Hannes verður að gera. Já, Hannes pittaði seinna. Já, það er spurning hvort að Davíð sé svona að hvísla svolítið til dekkjana. Hugsanlega. Þorsteinn virðist að pressa smá á Diego í 8. sætinu. En
ekki endilega komin í stöðu til að reyna að fara með rakstur. Doddi hafi lent í einhverju eða hann er 10 sekúndur fyrir aftan Þorstein. Greinilega, sko. Það hefur eitthvað komið þar upp á. Hann er hana með... Já. Það hefur greinilega eitthvað komið fyrir. Hannes keyrir þetta bara nokkuð örugt áfram. Buffi bara mjög góður á sínum stað á brautinni í 7. sæti. Og Kári er sko með... Hann er búinn að auka bili smá í efu. Það er 6,6 sekúndur. Já. En svo kemur flipping pointið þegar að dekkin fara hvart endgan gripleysi. Þá geti þetta fara að snúast við, en þetta er allt spurning tíma og tímasetningar og hvort þetta spilar upp í hendunar á efu að hafa verið lengur úti á hörðudekkjunum eða ekki. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta fer alltaf að ráðast hérna á næstu hringjum hvað er að fara að gerast. Já, þetta er ekki nema 11 hringir sem eru eftir. Þannig að það verður spennandi. En það er líka spurning, eins og þú segir, að það er auðvitað off-keira hérna og mér sýnist Kári vera svolítið að því núna miðað við hvað dekkin hans að slitna mikið hraðar heldur en hjá Davíði og hvað hann að ná Davíði hratt. Þannig að það er spurning hvort að þessi punktur kemur fyrr hjá Kára þar sem að dekkin verða of slitinn til þess að halda góðum tímum á medium. Já, en hann er greinilega að leggja allt í að vinna upp tíma núna en Kári, bæta bilið frá sér í efu og reyna að ná honum Davíð. Bara fuck the consequences. Já, við vonum bara að það mun ekki bíta hann í rassinn þegar líður á keppnina. Nei, ég meina hugsanlega nær hann að vera með það gott bíl að hann geti það vanda sig mistakalaust á þess að tapa ómiklum tíma í lokin. Það er spurning, hvað segir spjallið? Er ef að fara að ná Kára eða mun Kári halda þessu? Og svo getið þið fara að hugsa út í hver er ökumaður keppninnar eða ökumaður dagsins. Því að það eru 10 hringir eftir og þetta ræðist á næstu 10 hringjum. Það er nokkuð augljóst að þegar að ökumenn fara í gegnum endalínuna eftir 40. hringa þá vitum við hvernig keppnin endar. Þetta betur. Það lítur vel út fyrir Hannes. Já, bilið á milli Hannesar og Davís er samt að minnka. Já, það er rétt svo það er aðeins búið að minnka. Komið undir 3 sekúndur núna, þannig að það er eiginlega pínu til vots það hvað þessi braut er trikki, hvað bilið virðist vera ofta að rokka á milli, þú veist, það dettur niður, kemur aftur upp, dettur niður, bara eins og við erum búin að horfa á líka með Diego og Ásgeir í sinni baráttu, oft búin að taka fram úr hverjum öðrum og það er öll þessi smá mistök, þessi braut hún lumar á sér og það er mikið lítil smá mistök sem að kosta smá í einum hring en það er samt alveg hellingur. Talandi Diego og Ásgeir, þeir eru bara komnir í slag aftur. Segð mér eitthvað nýtt. Þetta er þvílíkur tasty dagur hérna í dag. Það er bara konstant slagur á milli tasty bræðra hérna. Heldur betur. Það er tvöfaldur vængjaskammtur að báða næstu er tasty. Það er svolítið svoleiðis. Þetta er falleg barátta hjá þeim, bræðralega barist og heiðarlega. Ásgeir er að keyra stöðugra á meðan að Diego er að keyra kannski örlítið hraðar en með meiri mistökum. Já, það er búið að vera svolítið þannig.
Kíkjum hérna inn í aftari teistifílinn. Prófum að slæta smá Diego. Fylgir honum eins og skugginn. Náði geggjuð exitið þarna. Vá! Það aðeins að bakka út í. Þetta hefði ekki verið góður stað til að reyna framúrakstur. Hann hefði átt að vera aðeins rólegri þarna. Já, það mikið af svona beygjum í þessari braut sem að fyrir óreyndum lítur út fyrir að vera gott tækifæri að taka fram úr en hjá reyndum ökum þetta bara tími til að bíða betra tækifæris því að það refsar úr mikið að þurfa að bakka út úr í og tala nú ekki að menn reyna það og keyra á hinn ökumanninn. Já, nákvæmlega. En í baráttunni þriðja sætið sem er nú ekki farin að sjást á brautinni ennþá en við getum séð þessa baráttu í tímamismunum að Eva er búin að taka núna 2 sekúndur á hvara. Komið niður í 4,5 sekúndu. Bíl sem var 6,5 sekúnda núna rétt áðan. En það er bara 7 hringir eftir. En Kári er greinilega farin að finna aðeins fyrir því að hann er nú reyndar að keyra alveg nokkuð stöðugt. Eva er bara að keyra svolítið hraðar. Hún er búin að vera að auka hraðan sem líður á. Já, hún er náttúrulega komið með hraðasta hring líka. Já, ég var ekki búin að taka eftir því. 1:20,5. Vel gert. Já, dekkin líta ekki vel út hjá Kára núna. Það mun vera svolítið barátta hjá honum að klára alla þessa hringi sem eru eftir á þessum dekkjum. Setur hann í svolítið erfiða stöðu að hann þarf að passa upp á að dekkin duga í þessa 6,5 hring sem eftir. En á sama tíma já, vegna þess að ef hann ákveður að fara í pit og ná í eitt sett af hörðum í viðbóta, þá dettur hann hratt niður listan. Það er bara ekkert í boði, sko. Nei. En sko, áhugavert að ég er að tjekka hérna á dekkjunum hjá honum Guffa sem er liðsfélagi Kára. Þeir keyra báðir á Mercedes AMG og hann er að fara töluvert betur með dekkin. Já, það er nokkuð augljóst. Þeir pittuðu á sama tíma eða ekki? Eða kannski Guffi var kannski hring á eftir? Það var allavega ekki nógu mikill munur á pitstopunum til að útskýra dekkjaðslumuninn. Nei, en Kári og Ævar Diego eru báðir svolítið grófir á dekki sín og það eru búin að sjá margsinnis á þessu tímabili. Þetta er spurningum að panta tíma hjá dekkjakvíslaranum og já, fá smá leiðsögn. Læra listina að kvísla dekkin til. En þetta er einmitt það sem við sjáum líka að þetta getur hreinlega bara verið setupið. Það er ekkert alltaf sem þetta er aksturinn, sko. Nei, þetta getur algjörlega verið setup líka. Það er alveg hægt að setja bílana upp þannig að þeir grípa töluvert betur en á sama tíma stúta dekkjunum. Mikið rétt, en bilið er komin yfir í rúmar 3 sekúndur. 3,4. Ég er að horfa á slaginn aftur milli Skeira og Diego og það er 0,2 á milli þeirra, sko. Það er bara allt að gerast. Tasty barátta hjá Tasty bræðurum.
Já, það er bara, ég ætla bara að fara svo langt að segja að þetta sé bara tasty í keppni. Nákvæmlega. Laguna Seca, sponsoruð af Tasty. Já, það er ekkert WeatherTech Laguna Seca, það er bara tasty Laguna Seca. Já, ekki það. Spurningum að tala við þau á tasty og fá til þess að búa til einhvern rétt sem heitir Laguna Seca. Það hljóma samt eins og að það myndi vera einhver drykkur frekar en. Hljómar eins og næst koktel. Já. Þetta er svaka barátta, hann liggur alveg í honum hérna. Bíður tækifæris. Og bilið frá Evu í Kára er komið í 2 sekúndur og hún er farin að setja fókusinn, miðið basically á hann. Hún er bara, það er ekki Það langt fer í að styttast í að við förum að sjá allu að 3. sæti. Já, þetta er að fara að breytast í baráttu bara. Þetta er náttúrulega búið að vera baráttu allan tíman en þá meina ég svona eitthvað sem við getum hort á skjánum, annað en tölur. Já, Við erum nákvæmlega. komin hérna saman í mynd og bilið er komið í 1,8. Það eru 3 hringir eftir. Æss, textunum þetta verður spennandi maður, vá. Það verður það sko. En dekkin hjá Kára eru alveg farin. Það er bara pínlegt að horfa á þetta sko. Já, Á meðan að dekkin hjá Evu eru glæsileg. sést ekki á þeim nánast. Jú, smá en ekkert svona í líkingu við það sem við erum að horfa á hjá Kára. Það er svo mikið- mörgum öðrum. Mikið munstur eftir á þessu að ég myndi íhuga að nota þetta sem vetrardekk á bílinn hjá mér. Þetta er það gott sko. Gangi er vel að vera með slikka á vettvar. Það er að handskera einhverju munstur í þau. Já, já. Tekið hérna ostaskeran og gera eitthvað rosa fancy dæmi. Þetta er orðið 1 sekúnda. Við erum bara, Þetta verður svakaleg barátta að hann Kári mun þurfa að fara að verja rosalega sko. bara frá og með 40. hring er hann kominn í varnarlagstur. Það er bara þannig. Eva er komin í kjölsvæð. Startar hún núna. 40 hringir búnir, 2 hringir eftir og það er allt að gerast. Eva er að ná Kára og baráttan er 3. sætið. Við ætlum að horfa á þennan slag frá sjónarhóttinu hennar Evu. Já, Hérna. og ef að Kári nær að halda Evu fyrir aftan sig þá rætist spánans Robba sem að myndi innsagla 2. sigur á Laguna fyrir hann. Hann sigraði í T2 í gær og sigraði þá Spána hér í kvöld ef að fer ekki fram úr enn. Almost, þetta, það er nú óvíst að þessi spá gangi eftir. Það lítur vel út hjá henni Evu ef hún gerur engin mistök og ef Kári gerir engin mistök. Það mistum bílinn aðeins. Þá lítið að bregða út af þetta er alls ekkert sjálfgefið þótt hún sé búin að ná honum en Eva hún er góð í framárastri, það er nú bara þannig, hún er ákveðin og býr til tækifæri. Hún er ekkert að bíða eftir stundum, hún býr þau bara til og það Kári er fer það hérna að gera. rosalega Já, já. defensiv. Hann faðmar innri línuna. Já, Eva reynir utan á hérna. Hún hefur gripið í það. Ekki alveg. Kári hendur þessu. Eins og er. Enn sem komið er. Nei, slætar hana. Við erum á penultimate hringi núna, næst seinasti hringur. Ég á ekki orð, þetta er rosalegt. Hann tekur hérna inn Nei, hörðu, ó. Er Eva komið með þetta? Eva er komið með þetta? Og komin fram úr, þetta hafðist, vel gert.
sjá þetta frá öðru sjónarhorni. Smá kontakt hana. Og hún tekur bara ytri línuna og hefur gripið í það. Það er vel gert hjá henni. Pressar Kára í að verja Extreme og þar að leiðandi hefur hann ekki hröðu línuna í gegnum beyguna og hún nýtti sér það bara. Þar fór spáðan hans Roberts. Þetta er rétt hafðist. Við erum á síðasta ring, þannig að þetta mátti ekki mikið tæpar að standa. Þá ætlum ég nú bara að kíkja á hann Hannes hérna. Það virðist ekki vera mikill slagur. Ekki nema að sé kannski hjá Skeira og Diego. En sjáðu til sko, Eva er 4 sekúndum fyrir aftan Davíð núna og hún tapaði rúmum 5 sekúndum á því að vera lengur úti á móti Kára. Það er spurning hvort að hún væri að berjast annarsætið ef hún hefði farið aðeins fyrr inn. Það er góð spurning. Það gæti alveg verið. Það er alveg nóg eftir að dekkjanum hennar til að kofera 2 hringi aukalega sko. Þetta er allt spurning, en svona er þetta nú. Hannes er í öruggri stöðu með tæpa 8 sekúndna forskot á hann Davíð Rúnar og Davíð Rúnar er búinn að eiga flottan akstur hér í dag. Vel að þessu öðru seti kominn. Já, við gleymum alveg á ökumanni keppninnar, driver of the day. Að henda í eitt poll hérna. Henda í Þetta poll. bara efstu 4. Algjörlega. Og Hannes kemur hér í mark. Sigurvegari á Laguna Seca. Vel gert. Team Supernova í fyrsta sæti og í 3. sæti. Glæsilegur akstur hjá Evu og Hannesi. Kári tekur 4. sætið. Skemmir vélinu sínu leiðinni. Það er í góða lagi núna. Kominn í markið. Nú Þetta Gunnlaugur verður- klárar í 7. sæti og Guffi í 5. sæti fyrir gefi Gunnlaugur og Guffi sem klárar í 7. sæti. Og Diego hefur 7. sætið af honum Ásgeiri. Þetta er nú ekki enda búið ennþá, þannig að kannski skulum ekki tala of snemma en hann lítur svolítið út fyrir það. Já, það lítur svolítið út fyrir að Hannes gæti verið valinn ökumaður dagsins, enda vel að því kominn. Hér koma Tísti bræður í mark. Og Þorsteinn klárar 9. og það er hann Doddi sem rekur lestina í 10. sæti. Og reyndar ekki, það er Jón Ægir sem að hætti keppni fyrr, sem að verður skráður í 11. sæti. En þar hefur við það, úrslitinn á Laguna Seca. En og aftur, Supernova stendur uppi sem sigurvegari og engum að óvöru, þá er það Hannes sem að sigraði keppnina. Það er bara svo leiðis. Já, keppnin er sem sagt driver of the day. Hún er á þann veg að, ég ætla bara að gera end poll núna. Og það mun vera þannig. Koma niðurstöður hérna í spjalli eftir eitt augnablik. Hannes 66% atkvæða, Davíð 16%, Eva 16% líka. Þannig að Hannes er driver of the day. Það var svoleiðis. Hann tekur ráspól, sigurinn og driver of the day. Þetta var bara fullkominn dagur hjá honum. Já, eina sem hann tók ekki var hraðasti hringur. Það var Eva sem tók hann. Akkurat. En það er svoleiðis. Það er þá næst Monza eftir 2 vikur. Já, það er nú alveg áhugavert að horfa á fyrstu beyguna þar. Hún er Já. oft kennd við Mayhem. Já, það er svolítið svoleiðis. Þannig að það er bara Ítalía næst. En Þetta já, er búið að vera flott hjá okkur í kvöld. það er svoleiðis. Ég þakka bara kærlega fyrir áhorfið og þakka þér Ingi fyrir að vera með mér hérna í kvöld og Já, Við ég sjáum lofa bara- að vera hressari næst, ekki með COVID. já. En það er bara svoleiðis. Við sjáumst eftir 2 vikur. Takk fyrir áhorfið. Takk, bye bye.